Já, hafa komið að seinni hlutanum í biskup C5 í fjara rittartaps skota. Nú, í síðast tíma þá fóru við yfir biskup E3 og biskup D4. Núna ætla ég að taka fyrir alla hinna leikina. Rittartaps C6 er næst algengasti leikurinn. Nú ef hvítu velur einhvern annan leik eins og rittari B3, þannig að tefla það svona og A4 bara A5, þá eigum við alltaf hennar B4 outpost fyrir rittarinn setna og planið hérna væri líklega bara hrókera og reynleika D5 eða hrókur E8 snemma og síðan eigum við alltaf rittari B4 eftir D5. Þetta er ekkert sérstakt sko, þannig að rittari F5 lítur út fyrir aggressífi leikurinn er líklega slæmur. Hrókering og ef hvíti leikur biskup eina 2 þá kemur bara D5 og rittarinn F5 er svolítið spurningamerki. Biskup G5 lítur út fyrir að hvastleikurinn er ekki góður. D5 bestur. Hún gerir alltaf hérna F5 ef hann dreif með peði til dæmis. Rittaradreifur, biskupdreifur. Kemur svona þvinguð atburðarás og hrókur 1-8. Og hér eigum við til dæmis hrókudreifur E2. Nýtum okkur að hvítur ekki búin að klára hrókera. Og hér erum við 2 galla upp í hrók og auk þess að vera með alla stöðuna líka. Já, rittari F3 er ekki góður og þetta er rittari G4. Það er hvítur ræður illa við F2 vandamálið, peðið hangið þar. Þannig að við skoðum núna hérna rittari C6 sem er næst algengasta leikurinn eftir biskup E3 sem við skoðum síðast. Nú rittari C6, B3 C6. Við erum með tvípið en peðið valda D5 reytinu og oft á tíðum getum við farið með hrókina B-línu setna og nýtt okkur hana. Nú segjum biskup G5. Annar leikur er biskup D3 sem ég skoða eftir. Biskup G5, H6. Skulum byrja á biskup H4. Hrókering og hér sjáum við plönin á pílunum. Það er hrókur 1-8 og þá hótum við E4 peðinu, hótum við leika G5 og dreif á E4 og hrókur B8. Nú dróning F3 valdar E4 peði betur og hótar á F6. Biskup D4, svona thematísk lausn á því. Völdum sér satt rittaran og pressum hérna. Góð pressa sérstaklega eftir hrókur B8. Löngrókun, biskup 1-5. Og hér er 4 leikir. Byrja bara á biskup G3. Þetta vinnur peð. Dróning 1-3. Þá er hvítur að stefna að leika F3. Bara best að drepa á C3. Þessi taktík gengur upp. Segjum að hann drepur á D8 og drepur á C3 og endum bara sælupið yfir. Dróning H3. Þá erum við líka G5. Dróning F3. D5 og við erum peðin yfir og við sjáum hérna á pílónum plönin, hrókur B8, dróning B4, kongur G7 og við erum bara með peðin yfir. Nú biskup C4 anleikur, klára liðskipan og biskupin er þetta sterkur á C4 oft.
og D6 H3 hvítum var illa við biskup G4 reiknaði með og biskup eina 6 og hér sjáum við á pílunum að plunin, það er þess að dróning E7 annarkor hrókurinn á B8 getur farið á B6 eða B4 og tvöfalda hrókana svona dæmigert plan einhverju tilvíkum var hættilega dróning E8 og rittari D7 skulum baka hrókur einar 1 þá er hvítur að valda E4 piði hrókur B8 hér er planið sem dróning E7 dróning B4 hugsanlega og annað plan sem svartur á er D6 dróning einar 8 rittari D7 rittari C5 og þau líta bæði nokkuð vel út það er svona freista kannski meira dróning E7, dróning B4 ég ætla bara að leika svona tilgangsleysum leikjum til að sína smá það getur vel verið að þetta jafnvel myndi virka sko eitthvað svona sýnist það líta ágætlega út það er allavega stór hættuleg bílinan fyrir hvítan nú hvítur getur líka að drepa á F6 dróning D2 og valdar á F2 og undirbýr langar hrókun hrókur B8 ekki gengur langkrókir hérna og þá vinnum við peða á F2 og rittari A4 biskup D6 sterkuleikur sjáum hérna reitina sem ég er búin að merkja biskupin hefur aðgangað þessum reitum hvítur getur til dæmis ekki langkrókir að svo gjörla og það biskup F4 og G3 til að valda F4 þá hefur alltaf dróning F3 sko þannig að þetta lítur nokkuð þægilega út á hvítan finnst mér nú biskup D3 er önnur hugmynd sem er nú svona solid leikur biskup á D5 líklega bara best það er ekki eftir nýjum að bíða opnað fyrir biskupin stuttrókun dróning F3 og H6 það er sem sagt mikið að þetta stöðva hérna biskup G5 og já, og hér sjáum við örvunum biskup G4 og biskup D4 eru svona leikir sem svartur hefur í vopnabúrinu og hrókur einar 8 og hrókur B8 er svona nokkuð solid bara þannig að ég held að þetta sé nú nokkuð solid system á svart þetta er ein spurning hérna ég er aðeins að velta fyrir mig biskup G5 hvernig væri best að tafla þetta eða kveikja apparatinu svindla
Já, ég nenni nú ekki að kveikja því. Það er betra að reyna að pæla þess í þessu sjálfur. Spurning hvort að H6 sé bara einfalt svar kannski. Nei, þetta er eitthvað sem má auðvitað skoða annar. Það drepur þá hangir líklega hérna B2. Við erum með góðan counter síns með hér fyrir pið. Staðan er nú líklega svona bara nokkurn veginn í jafnvægi held ég. Biskop H4 utanleikur. Ég var aðeins að íhuga biskop D4 en ekki alveg viss hvernig þetta er sko. Ekki alveg nú hrifin þessu. Gæti verið að sé allt í lagi að leika G5 grunna mig. Þetta er kannski eitthvað sem er kannski sniðugt að skoða aðeins nánar en ég held að þetta sé nú ekki til að hafa miklar áhyggjur af. Rókur 1-8 hugsa ég sé allt í lagi á svartan. Takk fyrir í kvöld.